Það ákvæði nýju kjarasamningana sem vakið hefur mesta athygli og umtal stytting vinnuvikunar. Hér eru á ferðinni möguleikar til mestu breytinga á vinnutíma launafólks í áratugi. Umfang styttingarinnar fer reyndar eftir kjarasamningum og útfærslan þarf að eiga sér stað á hverjum vinnustað fyrir sig og hún jafnvel einstaklingsbundin líka. En hver reynsla þeirra fyrirtækja og stofnana sem hafa gert tilraunir með styttingu vinnutímans? Vinnan hitti leikskólastjóra í Reykjavík og einn úr eigendahópi hugbúnaðarfyrirtækisins Hugsmiðjunar til þess að forvitnast hvernig til hefur tekist. Við hjá Hugsmiðjunni, við erum svo sem ágæt í því að hrista upp í hlutunum og við erum mjög góð í því að leysa af svona gömul úrelt kerfi. Oftast þegar ræða hugbúnaðarreyndar en við getum líka látið til okkur taka í þegar ræða vinnukerfi. Og okkur fannst einhvern veginn við þurfa aðeins einhverju breytingu. Við sáum líka á starfsfólki okkar að getur verið svolítið álag og eftir 6-7 tíma þá fannst okkur svolítið svona framleiðni detta niður. Þetta svona fyrirtæki þar sem við þurfum svolítið á því að halda að vera með svona skýra og ferska hugsun. Og þannig að við veltum því svolítið lengi fyrir okkur hvort það væri kannski bara málið að stytta vinnudaginn og ákváðum því að fara í þessa tilraun fyrir núna rúmlega 3 árum síðan. Við fórum í þá vegferð reyndar með ákveðnar mælistikur og gerðum svona munnlegan samning við allt okkar starfsfólk. Það að segja, ef þú mætir til vinnu, ferskur, úthvíldur, með skýran huga og vinnur í vinnunni, það að segja, við erum svona pínlítið að breyta vinnukúltúrnum í leiðinni. Við erum ekki að taka mikið einkasíntöl eða skreppa í klippingu eða til læknis. Þá, eftir 6 klukkutíma, þá þér frjálst að fara og græðir þar að leiðandi, 1,5 til 2 tíma á hverjum degi. Þetta vorið 2016 sem að Reykjavíkurborg vill fá fleiri stofnanir inn í þetta verkefni. Barnavernd og þjónustumiðstöð hér í einu hverfi höfðu verið að prófa þetta og það stóð til að fá fleiri stofnanir og fleiri svona fjölbreyttari stofnanir og ákveðið að fá leikskóla í verkefnið. Og okkur var í rauninni boðið að taka þátt og hér var strax mikill áhugi á því í starfsmannahópnum. Lýstu aðeins framkvæmdinni, hvernig fóruð að þessu? Hún var nú dálítið flókin sko. Við settum nú á stað bara nefnd hérna innan hús. Þetta var auðvitað rætt svona fyrst með stjórnendum og deildarstjórum og svo ákváðum við að stofna nefnd þar sem að fulltrúar allra stéttarfélaga í húsinu komu af, leikskólakennarar og eflingafólk og fólk frá starfsmannafélaginu. Og við bara settum á nefnd og ræddum þetta fram og tilbaka, hvernig við gætum gert þetta. Og það var það mikill áhugi að við ákváðum að prófa þetta og við þurftum að fara í smá endurskipulagningu. Hér höfðu svona vinnutímar verið svolítið stífir, fólk vann bara alltaf eins frá 8 til 4 og aðri 9 til 5 og svona svolítið fastir á sínu og við ákváðum að brjóta þetta upp og setja í rauninni í gang svolítið bara vaktakerfi. Þannig að allir starfsmenn tóku þátt í því að opna og loka leikskólanum eða svona vera í upphaf og lok dags og með því að svona liðka þannig til að þá gátu í rauninni allir starfsmenn tekið þátt í þessu. Við vildum gera þetta almennilega, við vorum annað borð að skella okkur í það. Það svolítið fyndið að segja frá því að við vorum svona tveir stærstu hluthafarnir sem að í raun og veru ákváðum þetta og héldum einhvern veginn að allir myndu taka þessu með opnum örmum. Það var enda voru svona efasemdir bæði hjá öðrum eigendum og starfsfólki að þetta væri málið og kannski hefði þetta einhvern veginn kafnaði einhverju nefnd ef við hefðum farið og formlega í þetta en við keyrðum þetta í gegn og fylgdum síðan með þessum mælum. Upphafið voru þetta 4 stundir sem að við minnkuðum vinnu, fórum í 36 stunda vinnuviku en í febrúar 2018 útvíkkaði verkefnið enn meira hjá Reykjavíkurborg og þá var ákveðið að fara í 37 stunda vinnuviku. Það hentar leikskólanum betur svona núna á meðan við fáum ekkert starfsfólk á móti.
svo kemur svona skemmtilega óvart að veikindadögunum fækkaði mjög mikið. Það var 44% á þessu 2 ára tímabili sem við gerðum þessa tilraun, sem hefur síðan beina áhrif á framleiðnina sem jókst. Þannig að niðurstaðan úr þessari tilraun er svolítið sláandi. Við vinnum minna en framleiðum meira og skilum líka á okkur betri vinnu og kannski mikilvægasti mælikvarðin er ekki síst ánægja starfsfólks. Fólk var náttúrulega bara almennt ánægt með þetta. Það er náttúrulega bara fyrir fólk sem vinnur í þessari álagsvinnu. Það er mikið starf að vinna í leikskóla allan daginn, það er mikill hávaði, það er mikið áreiti og það er bara mikið að gera. Og þetta hefur bara alveg ótrúlega góð áhrif. Starfsmaður í 100% starfi, hann yfirleitt hættir klukkan 1 dag í viku, vinnur þá frá korter yfir 8 til 1 og endar svona í stuttum kaffitíma og fer heim og það er bara ótrúlega mikið sem það gefur starfinu og starfsfólk bara upplifði sig ánægðara og ekki eins þreytt. Samvinna svona í húsinu jókst, hún hafði alltaf verið góð en hún varð einhvern veginn enn meira, það varð meiri samhugur á milli deilda, fólk var að hjálpa stað ef eitthvað vantaði. Þannig að þetta hafði alveg ótrúlega góð áhrif og hefur enn. Þetta hefur við erum búin að vera í þessu síðan 1. nóvember 2016, þannig hér er rauninni komin mjög góð reynsla á þetta og hún er bara mjög góð. Við teljum að við séum að veita betri þjónustu en áður og einnig að og svona konseptið er einmitt þetta að við seljum þá betri tíma en áður, þar sem að starfsfólki mætir úthvílt og ferskt og skýrt í hugsun. Það sem ég finnst svo gott við þetta, það er að þetta á við alla starfsmenn, það fá allir starfsmenn styttingu hlutfallslega við prósentu, en þeir sem eru í 100% starfi, þeir fá þessa 3 tíma hvort sem þeir vinna í eldhúsinu eða við stjórnendur að taka allir styttingu. Þannig að þetta gengur jafnt yfir alla og mér finnst það mjög jákvætt. Okkur hefur nú bara sem betur fyrir oftast gengið vel að fá fólk, en það gengur enn betur. Ég held að það séu hér alveg nokkrir í húsi sem að völdu að vinna hér út á þessa styttingu og mér finnst ég kannski halda betur í fólk. Það er mín tilfinning að það sé auðveldara að ráða í þetta. Við skiptum þess aðeins upp en við lokum skiptiborðinu klukkan 4, þannig að sem er ekkert mjög mikil breyting frá því sem áður var. Og svo erum við að sjálfsögðu með neyðarsíma þar fyrir utan ef eitthvað kemur upp á og auðvitað koma líka tímar þar sem að við þurfum að vinna fram eftir. Við erum kannski að skila okkur stóru verkefni og þá er bara, skilningu fyrir því og ekki síst innegn hjá starfsfólkinu. Það er að segja að það hefur kraftin í að vinna fram eftir svona einstaka sinnum ef þess það. En það á ekki að vera reglan, það á miklu meira að vera undantekningin. Auðvitað verður þetta stundum flókið. Við þurfum alltaf að hafa mönnun með öllum börnum og það auðvitað fækkar í húsinu klukkan 1 þegar einhverjir fara heim, en þá bara breytist starfið aðeins. Við leggjum mest áherslu á hópastarf og ferðir og allt slíkt á morgnana þegar allir eru í húsi og allir eru bara í vinnunni. Við tökum kaffitíma alla í hádeginu, þannig að það er einfaldar skipulagið enn frekar og þannig að það eru allir með börnunum hér allan morguninn og fram yfir hádegi. Þá fækkar aðeins í og þá losnar bara aðeins dagsskipulagið og við höfum breytt, við erum með til dæmis kaffitíma, barnanna eru í hálfgerðu flæði, þannig að það þurfi ekki allir starfsmenn að setjast við borð með hverju barni, heldur koma börnin og drekka þegar þeim hentar og það til dæmis léttir mikið á. Þannig að við höfum fundið leiðir til að gera þetta þægilegt og nú allt skrepp starfsmanna á að falla inn í þessa styttingu, þannig að hér eru einhvern veginn allir á staðnum þegar þeir eru á staðnum. Það er allir í vinnunni og það skiptir líka miklu máli.